Laddinn 2009. Komdu inn, Jón. Ég hef beðið eftir í allt kvöld. Jæja, strumpan mínir. Nú komin tími til að halda hátíð hér í strumpan. Ég leiðast. Já, það fjör. Já, það fjör. Þetta er eiginlega allt hérna Freysi í trailerunum. Gummi P er hérna líka, Pálsson. Og Doddi Lítli. Hvernig var þetta nú aftur? Það er enginn búinn að taka þennan kara. Nei, og hann er alveg frábær þessu gaur, sko. Hvað er þetta? Danski gaurinn? Ég var út á Spánu. Svo kom einhver bjóni og lemja mig. Verja mig. Jú, velkomin í Laddan 2009, það er föstudagskvöld 30. október og Er ekki lægi? hér er akkurat að mynda keppendur kvöldsins. Þeir eru mættir, ekki. Þeir eru mættir, Not. Viljið þið kannski, herðu, við vorum að skipta keppendur. Já, Björn Malmqvist og Hjörtur Júlíus Hjartarson, gerið svo vel. Hingað eru komnar tvær björtustu perurnar í ljósaseríu Ríkisútvarpsins. Þeir Björn Malmqvist, fréttamaður og Hjörtur Hjartarson, íþróttafréttamaður. En í þessum orðum er Ari Eldjarnar detti úr. Blessaður Ari, velkomin, klukkuna vantar korter í 6, það styttist í 5 fréttir hjá okkur. Landinni byrjaði sko, fáðu þið sætið drengur. Ég hef komin 3 mínútur yfir. Já. Jæja, Ari minn, hvað segirðu? Það betur var ekki Bergur með þér eða? Já. Herðu, verið þið hérna megin frekar? Já. Jæja, Villar. Þeir eru ekki einhver að fara að ná í það? Ertu að segja mér að ég held að hann hefði verið með þér niðri. Það má kannski geta þess kæru hlustendur að Ari Eldjárn var niðri í Kastljósinu, hann var í sjónvarpinu, upp í útvarpið, þetta er fjölmiðlastjarna sem sagt. Jæja, kemur hinn. Já, kemur hækjan, jæja. Bergur Ebbi Benediktsson! Þetta var glæsinu. Menn mæta seint til leiks verði að Já, viðkynna. ég segi bara seint koma sumir en koma þó. Ég er búin að vera í húsinu síðan 7. Já, en samt kemur þú síðastur í keppnina og keppnin fann að stað, sjáðu. Jæja, strákar, þið þekkir reglurnar. 3, 2 og Bergur Ebbi! Nei. Ekki drugl. Hérna... Það komið samt einhver latta tónlist undir. Já. Þetta er löngu farið á stað maður. Við erum búin að vera hérna að tefja tíman. Teygja lopa hérna. Teygja lopan, en við erum búin að vera Taktu hérna alla gauruna sem er. Oj. Oj. Herðu, en hérna, þið þekkir reglurnar, strákar. 90 sekúndur á mann. Nei, 90 sekúndur fyrst og svo 30 sekúndur til þess að... Við erum ekki með þetta svona. Þetta er 1,5 mínúta og hálf mínúta. Þannig að það gefum okkur að við kostum hér upp mynd og Bergur Ebbi vinni og hann kjósi að vera fyrstur. Já. Þá segi ég Bergur Ebbi, þá hefur þú 1,5 mínútu til að ladda þig upp. Svo segi ég Ari Eldjárn, þá er komið að Ara, 1,5 mínúta. Svo leið og 1,5 mínútan hans er búinn, þá segi ég Bergur Ebbi, tekur þú halva mínútu. Svo Ari aftur, þá tekur hann hálfa mínútu. Tímaður á, við ætlum að byrja þetta eftir 10 sekúndur. Að meðal langar með að segja ykkur örlitla sögu úr samtímanum, góðir hlustendur. Þannig bleið einu þannig að Bergur Ebbi Benediktsson. Hvítlaukurinn, það verða allir það. Það er sama hvað það gerist með. Hann þái jökulinn að hvítlaukurinn. Já, það er næsta víst að það verður stemning í Wimbledon á næsta laugardag. Það verður stemning í Wimbledon hjá ungmennafélagi Fylkis þegar þeir mæta til leiks í Laugardalsvellinum á laugardaginn í Laugardalnum. Takk fyrir það. Nú ætla ég að snúa mér að torfæru. Ég held að Bergur vildi gítarinn. Nei, ég vil ekkert gítarinn. Þú varst að biðja hann í kvöld. Já, nei, ég var ekkert búinn að æfa þetta neitt. Ok. Og 20 sekúndur eftir, Bergur.
Já, ég vil bara fá að þakka kærlega fyrir mig. Hver er þetta? Þetta er einhver svona hybrid af nokkrum personum, sko, sem ég var aðeins að reyna að þróa eitthvað. Það er Latta Fusion? Það er Latta Fusion, sko, þetta hérna saminar Latta, algjörlega í einu. Ok. Ari Eldjá! Hljóðan ég missi ekki rættin endilega, en ok. Gott kvöld, við skulum bara fyrir að taka eitt sýnisörnina. Það er saman að koma hennar hlaupararnir á völlin lagnararnir og lagnararnir taka bara boltan og skora bara í markið. Þeir eru fagnandi, markurinn er fúll. Hver er næstur? Oj. Svo náttúrulega æðsti strumpu líka, það er hann að, jæja strumpandi mínir, það er nú nóg handa öllum, við skulum alveg vera rólegir, þetta er allt í lagi. Og hann reyndar í margt fleira, sko, og svo er ein rödd sem hann notar sem svona óbreytta strumparödd, sem er svona óskilgreind lattarödd sem hann notar í allan anskotan, og það er hérna, heiðu æðsti strumpur, hefur ekki bara að gera þetta hérna einhvern veginn, sko, hefur maður fyrir að tala svona, ekki? Það er svona grín rödd, sko, hann getur notað þetta líka svona einnota karakter sem hann vill ekki nota aftur, sko, hann getur líka notað þetta ef hann er að lesa yfir svona finna fjölskyldumyndir, sko, heyrðu, hann er api að reykja vindil. Máttu þetta, góði minn? Ha? Nei, ég segi nú bara svona. Já. Svo náttúrulega út ég er rámur og geti tekið hérna skaupin 85. Merkina myndu skóli minn. Það er ógeðslega fyndið. Ég lollaði þar, sko. Svo náttúrulega, sko, glámur, kannski, ég held þessi glámur hann að Það er skrámur. Það er skrámur, já, einmitt, já, út af því ég er búin að missa röddina og kannski kennst ég svona nærði, sko. En ég er ekki testaðlega góður í honum, sko. En karakterin sem er líka með í Austurstræti, það er bara Austurstræti, það er önnur svona rödd sem hann svona vippar út. En Elsa Lund, er ég með tíma fyrir hana? Já. Æðislegt, það er svo gaman að vera komin hérna, ég verð æðislega gjalla ef ég veslaði í Zigzag, það er svo yndislega tilbúð og hvað, ég verð að drífa mig þangað, ok, við sjáumst, gafur! Bergur Ebbi Benediktsson! Þetta er svo óþægilegt, strákar. Þetta er svo niðurlægjandi það sem ég er að fara að gera. Við erum allir þurft að gera þetta. Já, hemmi mín. Já. Bara alltaf í boltinu på svona. Ég verð samt að benda hlustundum að munnsvipurinn er rosalega drengsalegur. Já, það er munnsvipurinn, sko. Og ég held að fara með hybridi. Já, það er eitthvað það er yfirleitt að lati, sko. Ari Eldjá! Hörðu það góður minn, það er ekki alveg vittur að bóti þess að röndar, hörðu, nei, ég segja nú bara svona, já, hörðu maður, ég held ég verði bara að fara því. Það er ráma gæjan maður, því ég er alveg að missa á röddina, sko, það er einast mér á eftir maður, það er eitthvað svona, ég er bara stilli nefnmóli á mér einhvern veginn, og ætli maður endi ekki á tollverðinum eitthvað. Já, það var 7.000 kall, segja og skrifa það. Og þú helst, þú kemist með þetta, góða minn. Ó nei. Gafur! Ein Elsa Lund roka í lokin. Glæsilegt. Maður gerir það sem maður þarf að gera, strákar mínir.